Já, velkomin að Rauða borðinu á fimmtudegi, það er 11. nóvember, COVID-faraldur í hápunkti, þrátt fyrir að þjóðin sé að stóru leyti bólusett. Þá voru draumar okkar hjarðónæmi út með bólusetningum, það gengur ekki eftir og við veitum ekki hvernig næstu vikur eru. Þetta er svolítið áhrif á Rauða borðið. Nú erum við komin svona í Zoom-fasa og viðmælendur mínir í dag eru allir einhvers staðar út í bæ. Það er Laufey Ólafsdóttir sem situr í stjórn félagsbústaða, Vilborg Bjarkadóttir sem er formaður samtaka leigjenda og Sanna Magdalena Mörtusdóttir borgarfulltrúi. Og við ætlum að ræða húsnæðismál og kannski svolítið svona út frá Reykjavík af því að það gæti orðið þannig að húsnæðismál yrðu svona ein af kosningamálunum í kosningunum í vor. Gæti líka orðið eitt af aðalatriðunum í samningunum sem að verða næsta haust. Ég býst við að verkalýðshreyfingin sé að undirbúa kröfugerð sína í húsnæðismálum. En kannski ef ég má bara byrja á þér, Sanna, heldurðu að húsnæðismálin verði eitt af kosningamálunum eða kannski aðal kosningamálið í vor? Já, algjörlega. Ef við skoðum Reykjavíkurborg þá svona held ég einhvern veginn að núverandi meirihluti sem er núna í einhvern veginn eftir að tala að það hafi aldrei meira verið byggt og það þurfi einhvern veginn að halda áfram á þessari braut, en þessi braut hún skilur alltaf stóra hópa í samfélaginu eftir og ef þú heldur áfram með þessa braut þar sem þú byggir aldrei nóg af húsnæði fyrir fólki sem er í þörf, að þá endar alltaf á sama staðnum, þannig að það þarf að breyta formúlunni. Þó að það sé einhvern veginn talað aldrei meira verið byggt og svona margar íbúðir í uppbyggingu, þá er það ekki nóg. Það þarf að skoða hvernig íbúðir er verið að byggja og henta þær fólkinu sem er núna á bið og fólki sem þarf núna húsnæði, fólki sem er í húsnæðiskreppu, það þarf ekki dýrar íbúðir, það þarf ekki einhverja lúxusíbúðir. Þannig að eins og ég sé þetta, þá þarf að félagslega húsnæðiskerfið en ekki einhvern veginn halda áfram að treysta einhverja formúlu sem bara alls ekki að virka og einhvern veginn svona já, stefnt verða að því að 25% nýrra íbúða verði utan kerfis sem er þá ekki hagnaðardrifið. Eins og ég sé þetta, þá á húsnæði bara ekkert að vera hagnaðardrifið. Það er búið að fjármálavæða allt kerfið í staðinn fyrir að líta á húsnæði sem bara mannréttindi sem við eigum öll að hafa aðgang að. Þannig að það er ekki nóg að segja einhvern veginn svona sögulegt met og við erum að halda áfram með þessari braut því að eins og ég sé þetta og margir aðrir leigjendur að þá er þessi braut að skilja fólk eftir og það bara gengur alls ekki. Þannig að já, ég held að vera algjörlega kosið húsnæðismálin. En nú, hvað eru margir sem eru á biðlista eftir félagslegu húsnæði í Reykjavík? Sko ef við skoðum almennt félagslegt leiguhúsnæði þá er það 500 og eitthvað einstaklingar en ef við skoðum alla biðlistana þá eru þetta 805 umsóknir og allir biðlistar, þá er þetta íbúðir fyrir fatlað fólk, þetta eru þjónustu íbúðir aldraðra og þetta eru þá íbúðir sem að henta heimilislausum einstaklingum. Þannig að 850 umsóknir og bak við hverja umsókn getur síðan verið fjölskyldur og börn. Þannig að ég sé ekki hvernig þessi braut sé eitthvað að hoppa hóra fyrir, sko. En ef það eru 800 manns á biðlista, en það eru líklega 90.000 manns á kjörskrá, þannig að þetta er innan við 1% af kjósendum. Ég meina, hin 99% láta þið þetta ekki bara í réttu rúmi liggja. Ég meina, það er ekkert oft sem að er kosið réttindamál hinna allra fátækustu. Það er yfirleitt kosið, einhvern veginn kosningabarátta snýst einhverja svona hugmyndur myndu millistéttar hvernig líf hennar getur orðið betra. Þetta hefur verið áhrif á svo margt fólk og ef við spyrjum okkur núna hvar er allir þessir einstaklingar sem að þurfa húsnæði að halda líklega á sófum hjá fjölskyldumeðlimi að krassa hjá vinum og ættingjum á milli íbúða, hringjandi í ættingja, geti fengið að vera hjá þér að því að ég næ ekki endurnýja leigusamningin eða það er verið að hækka leiguna. Þannig ég held að við þekkjum öll einhvern sem að hefur verið í þessum sporum eða vitum að við erum öll bara mjög líkleg til þess að vera í þeim sporum að geta ekki einhvern veginn séð okkur fyrir húsnæði. Og þó ég sé að tala fólki sem er í allri verstu stöðunni að þá er líka fólk bara sem að
veit það að það gæti ekkert einu sinni komið sér út á leigumarkað til þess að byrja með og hjá foreldrum, hjá fjölskyldum. Þannig að ég held að við öll þekkjum einhvern sem í þeim sporum eða hefur verið í þeim sporum, að það bara mjög erfitt að koma þaki yfir höfuðið. Já, Vilborg, það eru þetta sé ekki svona 12.000 heimili af 55.000 í Reykjavík sem eru á leigumarkaði. Heldurðu að það fólk horfi á kosningarnar sem eitthvað svona tækifæri til þess að breyta einhverju? Að með því að greiða atkvæði rétt getið að lagfært stöðu sína og þessa hóps? Þú þetta á mute? Já, það heyrðist ekki til mér, ég var á unmute. Já, ég held það bæði og, en það er vissulega komin þreyta í ákveðin hóp, af því það átti að gera mjög mikið í húsnæðismálum, en það hefur ekki verið gert nægilega mikið, þannig að fólk orðið mjög óþreyjufullt og kannski tortryggja líka, af því að það átti að byggja svo mikið að íbúðum sem myndi henta þessum hópi sem að Sanna var að tala en það virðist ekki vera. Þetta eru áframhaldandi lúxusíbúðir, mjög háar í verði. Þannig að þessi hópur svolítið skilinn eftir. Þannig að við erum ekki að sjá svona, þetta ekki mjög svona félagsleg húsnæði sem við erum að byggja. Ég meina þetta eru íbúðir sem við erum að byggja, þessi nýju íbúðir sem við erum að byggja, þetta eru 80 milljónir, 70 milljónir. Þetta er kannski ekki fyrsta eign margra einstaklinga. Hvernig þegar kannski ekki einmitt, þannig að já, það komið bara ákveðin frústrasjón á markaðinn. Þannig að ég held að það sé bara löngu tímabært að pólitíkusar taki vandann alvarlega og ég held að það sé bara krafa að það verði gert. Ekki að við séum að sjá einhverja svona loftkastala og einhverja arkitektateikningar bara á borðinu. Við þurfum bara að fara að sjá þetta bara bókstaflega breyttan markað. Og eins og Sanna sagði áðan, þetta húsnæðismarkaðurinn snýst alla. Við viljum bara sjá réttlátara kerfi. Leigumarkaðurinn ekki bara leigjendur, heldur þetta bara það að rétta stöðu bara fólks í landinu og því heilbrigðari sem húsnæðismarkaðurinn verður, því heilbrigðari samfélagi við líka byggja. Við erum bara að koma í veg fyrir fátækt og bara alls konar félagslega vanda sem fylgir vissulega fátækt og þessum leigumarkaði sem að blasa við okkur í dag. Ég ætla nú að biðja Boga hvort það geti hækkað aðeins í Vilborgu, ég veit ekki hvort það sé hlustendur en ég heyri voða litt lágt í henni, kannski eitthvað hljóðinu hérna bara inni hjá mér. En hérna, þú ert að tala að þurfa eitthvað annað en loftkastara. Svo síðustu kosningar, þá snerist það einhver leyti húsnæðismál. Það var 2018 og 2014, því að húsnæðiskreppan kemur til Reykjavíkur svona upp úr 2010. Það svona hægt að sjá merki svona ofbólgu á leigumarkaði svona miðast við 2011, miðast við túristabóluna. Það fer eitthvað íbúðum í Airbnb en það er líka mikið aðfluttu vinnuafli sem að það líka húsnæði og árið þar á undan hafi ekki verið byggt. Þannig að þá kemur húsnæðiskreppan svona 2011 til Reykjavíkur. Þannig að ég man ekki til þess að húsnæðismál hafi verið mjög áberandi 2010. Ég veit ekki hvort að þið muni eftir þeim kosningum, það eru kosningarnar sem Jón Gnarr vann, þannig að það er enginn sem getur svarað í hvað þær kosningar snerust og hvaða kosningamál verið eftir á baugi. En 2014 og 2018 að þá hefur ríkjandi meirihluti komið með svona herferðir inn í kosningabaráttuna að þau séu búin að leysa húsnæðismálin, að þetta sé allt bara komið, þetta er bara í byggingu og það er svona margar byggingar og það er línurit og einhvern tímann hét þetta Reykjavíkurhús og einhvern tímann hét þetta eitthvað annað og eitthvað svoleiðis. Þannig að því að þú sagðir þetta Vilborg að það er ekki nóg að koma með eitthvað svona glanssýningu að það virðist samt vera raunin og stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn, hann mætti þessum, ég man í einum kosningunum koma með svona yfirlitsmyndir þar sem var búið að byggja íbúðir á Grandanum og einhvern tíma var hann með það að byggja út í Viðey og í Sundunum og þannig að miklu leyti hefur umræðan húsnæðismál í aðdraganda kosninga, þrátt fyrir að það sé grimm húsnæðiskreppa sem hefur mikil áhrif á lífskjör
fólks með lægri tekjur og fólk sem á leigumarkaði og pent á milli, ungt fólk og annarra hópa, að þá hefur umræðan fyrir kosningar einmitt verið, eins og þú ert að tala að það sé ekki, það sé komið nóg að þessu, en því miður þá það bara þannig að það virðist vera alls ekki komið nóg að þessu. Og ég bendi bara á síðustu þingkosningar sem að Framsóknarflokkurinn vann kosningasigur með því að raunverulega leggja ekki fram neitt einasta mál, þetta bara eitthvað svona ímyndartal. Vilborg, ertu ekki of bjartsýn að halda að stjórnmáli mæti allt í einu með svona raunsætt mat og raunverulegar tillögur og skilninga og raunverulegri líðan fólks? Jú, ég held að rauninni að það sem ég á við að við vonumst eftir að verði breytingar, en við erum einmitt að sjá svona loftkastala myndir, svona arkitektateikningar, þar sem fólk sýnt inn í hverfum eitthvað svona ímynduð húsnæði sem eru ekki til. Já, ég í rauninni kannski ekkert allt og bjartsýn, af því að það ákveðin frústrasjón og það ekkert að vera að mæta þessum einstaklingum. Þessi húsnæði ekki til, þau eru til að einhver leyti inn í einhverjum forritum, en það ekki nóg. Það lifir enginn í ímyndum húsum í forritum. Við þurfum hús í þrívídd sem eru til í raunveruleikunum. Og ekki bara blaður. Við getum ekki beðið endalaust. Það að verða til kynslóðir sem bara eru náttúrulega bara í raun að alast upp í fátækt. Þannig að sem þegar bara markara einstaklingar, þannig að það er miklu ódýrara í raun að mæta vandanum og takast á við en heldur en að búa til í raun leigumarkað og húsnæðismarkað sem auðvitað ýtir undir bara alls konar vanda sem mjög dýrari eftir á ekki. Þannig að, jú, ég held að ég aðeins hrædd að í pólitík í dag snúist alltaf mikið ímyndanir. Ég meina við vitum það öll sem fylgist með pólitík. Kosningarnir seinast það var RÚV með það voru svo bara spurningar á Flandri en ekki sérstakir þættir þar sem að málefni voru tekið fyrir. Mér saknaði þess mjög mikið. Það væri bara sér þáttur seinustu kosninga þáttur með húsnæðismál, en það var það ekki. Þannig að hún svona dreifist rosalega mikið umræðan út allt og hvers og hvað. Og þetta var ekki tekið með festu að mínu mati húsnæðismál í seinustu kosningum og mjög furðaði mig á því. Þannig að af hverju ætti að koma í vor, ég veit það ekki. Þá kannski að segja á Alþingi þetta ekki vandi Alþingis að sé húsnæðisvandamál, þetta eitthvað meiri vandamál þá sveitafélagana, þannig að það verður bara mjög spennandi að sjá hvort þetta rati inn í stjórnarkosningarnar í vor. Laufey, ef við reynum að meta þetta, það húsnæðisvandi og sem stærsti vandi fjölmargra fjölskyldna í Reykjavík. Mun umræðan húsnæðismál snúast þennan vanda í kosningunum? Og af hverju ætti að gera það, getur maður velt fyrir sig, því að ef maður skoðar til dæmis hvað hefur verið byggt bara frá 2011, það er 10 ár sem búið grimm húsnæðiskreppi í Reykjavík, þá hefur eiginlega ekki hægt að segja að það hefur verið byggt yfir fólki sem í mestu húsnæðisheklunni og það sem hefur verið byggt þannig fyrst og fremst það sem bjargað verið. Það eru 500 íbúðir á öllu landinu sem er náttúrulega svo fáránlega lítill dropi í hafið að það er varla hægt að tala þetta sem það er að tala sem vísi af einhverju sem gæti orðið en ekki sem svona raunverulega lausn. Það ekki hópurinn sem að líður fyrir húsnæðisregluna, hann ekki á dagskrá þeirra sem eru að byggja og þeirra sem eru að skipuleggja og af hverju ætti þá að vera á dagskrá þeirra sem eru að fara að kjósa? Já, ég nú ætla að vera ósammálaður að húsnæðiskreppan hafi byrjað 2010 af því að ég hef búin að vera á leigumarkaði síðan rétt 2000 og mér hefur fundist vera húsnæðiskreppa alveg síðan þá. En ég skil hvort að meina hvort að vísa í tölur og eitthvað svoleiðis, en fyrir mörg okkar er bara búin að vera kreppa eiginlega meira og minna alla ævi. Hópurinn sem var á leigumarkaði á þessu tímabili, svona 2011. Já. Þannig það hefur alltaf verið jafnt ömurlegt að vera á húsnæðismarkaði, en hópurinn sem á húsnæðismarkaði, hann hefur tvöfaldast eða þrefaldast. Akkurat, það nefnilega málið Það er svo oft þegar að svona hópur stækkar þá sem betur fer farið að tala vandamálið. Þannig að við erum ekki lengur bara að hrópa út í tómið. En þú veist, að sjálfsögðu ætti þetta að vera kosningamál og þetta hefði átt að vera kosningamál núna fyrir alþingiskosningarnar.
Því miður var það ekki nógu áberandi, og þú veist, ég er náttúrulega bara þeirra skoðunar að, þú veist, öll húsnæðisuppbygging á að vera félagsleg. Þú veist, við þurfum ekki fleiri lúxusíbúðir og eitthvað svona, ég meina, fólki sem að kaupa þær, það ekki í húsnæðiseklu. En það hins vegar sko hundruðir ef ekki þúsundir, fólk sem með lágar tekjur sem að í húsnæðiskreppu, annarkvort að það heimilislaust eða það einmitt inn á ættingjum eins og Sanna benti á, eða í allt of dýru leiguhúsnæði. Það býr við húsnæðisóöryggi, ekki með trygga leigusamninga og þar hrumdi göttunum. Þannig að þú veist, húsnæðiskreppan miklu stærri heldur en tölur segja til dæmis, sko, því að mest af þessu fólki ekki til í neinum gagnasöfnum. Þú veist, þau ekki á biðlista endilega eftir félagslegu húsnæði, það náttúrulega svo rosalegt nálarauga sem að sá biðlisti Þú þarft að vera, þú veist, þú þarft ekki bara að vera fátækur, þetta líka að glíma við einhverjar erfiðar félagslegar aðstæður til þess að komast á lista eftir félagslegu húsnæði. Og félagslegt húsnæði nú hlutfallið hæst í Reykjavík og það bara 5%. Þannig að við sjáum að það alveg gríðarlega lítill hluti af fólki sem fær sem fær félagslegt húsnæði. Ég þeirra skoðunar og við sósíalistar náttúrulega þeirra skoðunar að þetta hlutfallið að vera miklu hærra og fleiri ættu að fá úthlutað félagslegu leiguhúsnæði. Svo náttúrulega verkamannabústaðakerfið sem var lagt niður. Ég til dæmis meina mamma mín var einstæðmóðir og hún keypti í verkamannabústaðakerfinu og hún hefði aldrei getað keypt ef ekki hefði verið fyrir það kerfi. En það kerfi horfið núna, þannig að til dæmis ég mun sennilega aldrei að kosta á að kaupa. En já, þetta risastórt mál og ætti að sjálfsögðu að vera kosningamál og ég vona að það verði kosningamál núna. Ég vona að ég hafi svarað spurningunni. Já, ég svona svolítið að rekka ykkur, að því þetta umverulega svona, nú að fara út í svona almennar kosningar. Og þar allir eldri en 18 ára með kosningarétt. En kannski 75% af fólkinu býr í eigin húsnæði og einhver hluti þeirra í vandræðum með að standa, þú veist, borga af því, en ekki íkjastór hluti sem með íþyngjandi húsnæðiskostnað sem í eigin húsnæði, það mest leigjendur. Til þess að það verði svona alvöru mál, að þá þyrftu þeir sem eru svona aðeins skársettir að líta svo á að það væri mikilvægt fyrir þá að þeir sem að þjást í samfélaginu þjáist minna, að það sé betra að búa í samfélagi þar sem að færri þjást, þó svo að ég þjáist ekki. Og því miður held ég að þessi stemming hafi ekki verið á Íslandi í nokkur ár og nokkra áratugi kannski. Þetta ekki ríkjandi og þá hópurinn sem eftir. Og hann líka tvískiptur. Stór hluti af leigjendum líta ekki svo á að þeir séu leigjendur og ættu kannski að kjósa út frá hagsmunum leigjenda. Heldur ættu kannski frekar að kjósa út frá hagsmunum þeirra sem eiga húsnæði því að kannski get ég eignast húsnæði og kannski get ég orðið einn af hinum heppnu. Þannig að þeir sem eru að þjást undir óréttlætinu, að þeir upplifa kannski meiri samkennd með þeim sem að hafa það betur. Alveg klárlega meiri samkennd með þeim sem hafa það betur, heldur en að þeim sem hafa það betur hafi samkennd með þeim sem hafa það verr. Og í slíku umhverfi að síðast þegar ég man eftir svona fyrir utan þessar arkitektatekningar Grandann og einhver hverfi sem eru byggð hér og þar sem eru augljóslega umræðum húsnæðismál ekki handa þeim sem í húsnæðisvanda, heldur þeim sem að líta á þetta sem svona skemmtilega kjúriósu að fara að velta fyrir sig hvort að eigi að vera 3 hæðir þarna eða 4 eða hvort að vera gras á þakinu og eitthvað smá vola smart torg þarna og kona með flugdreka að leika sig með barn. Eitthvað svoleiðis, þetta er umræða sem búin til fyrir þá sem eru að hafa enga sérstaka hagsmuni af húsnæðismálum. Síðasta svona to the point kosningabarátta, það var Framsóknarflokkurinn, hann hefur verið svolítið góður í kosningabaráttum. Ég held að verið 2003 að það var þegar þeir lofuðu 90% lánunum og þá var auglýsingin raunverulega beint að foreldrum sem sátu uppi með börnin
sem voru orðin 25 og 30 ára og voru ekki flutta heim og áttu ekki efni á að kaupa sér húsnæði. Og auglýsingaherferð var bara þannig, viltu ekki losna við unga fólkið til þess að geta fara bara að eiga þitt eigið líf? Það er hundleiðilegt að búa einhvers staðar, þið miðaldra hjónin og eru með fullorðið börn við borðið og þau eru byrjað að dómina allt heimilið og vil ekki bara losna við þetta fólk með 90% láni svo þið geti fara að lifa lífinu. Sann að þetta er síðasta árangursríka kosningabaráttan í svona sem að snerist húsnæðismál raunverulega eða gagnvart þeim sem að voru þolendur slæms húsnæðisástands. Ég meina, maður finnur alveg fyrir því að vera inni á öðrum, þó maður sé þetta þakkláttur fyrir að hafa fengið húsaskjól, en þá held ég að þetta sé svona gagnkvæm tilfinning. Ef maður finnur fyrir því að vera inni á öðrum, þá hlýtur fólki sem er að hýsa mann að finna þá tilfinningu líka. Þannig að það er þá kannski hægt að fara þá leið að segja einhvern veginn bara öflug húsnæðisuppbygging er mikilvæg til þess að þú endir einmitt ekki með þetta fólk á sófaninum, svo þú þurfir ekki að hýsa ættingja eða vini. Ef við ætlum að fara þetta var höfðað til betursettra millistétta fólks sem að var kannski svona og eftir 50 að það væri að kjósa framsókn til þess að unga fólki ætti efni að kaupa sér húsnæði og myndi losna við það. Þetta var ekki fólk sem var að taka að sér fátæka frænku eða svona. En þá er það hinn hópurinn sem eru með ungt fólk sem bara kemst ekkert út af því að það bara næri ekkert að greiða fyrir útborgun. Þannig að þetta er eitthvað sem að virkar. Ég meina, af hverju er ungt fólk að vinna svona rosalega mikið til að eiga fyrir fyrstu útborgun? Það er verið að tala hagkvæmt húsnæði í borginni og þetta er ekkert eitthvað það hagkvæmt með við það samtöl sem maður hefur átt við fólk og svo svona hagkvæmt húsnæði eins og til dæmis í Gufunesi. Það er ekkert hægt að taka strætó þangað og ég fór nú fyrir einhverju síðan, bara svona til að athuga hvernig þetta væri. Sjálf er ég ekki á bíl og ég labba alveg mjög hratt þegar ég labba, en þetta hefur verið svona 20 mínútur frá Spönginni, eða sem sagt Borgarholtsskóla. Ef ég tek strætó frá Ráðhúsi upp í Borgó og svo labba niður í Gufunes þar sem nýjustu íbúðirnar eru. Og þarna er hagkvæmt húsnæði, en það er ekki það hagkvæmt þegar þú síðan þarft að vera gangandi út allt með alla pókana úr bónus. Þannig að hvað er verið að byggja þessi hagkvæmu húsnæði? Er þetta það hagkvæmt þegar uppi staðið? Fór smá út fyrir spurninguna, en þetta tengist því samt sem það held ég. Ég er ennþá að velta fyrir mig hvað getur ýtt undir það að umræðan fyrir kosningarna verði raunverulega húsnæðisvanda fólks. Ég held að það kom ekki svona sjálfkrafa, flokkarnir finna bara eitthvað sem að þeir halda geti svona slegið í gegn hjá fjöldunum. Ég held að sé ekki raunverulega að svara vandamálu samfélagsins. Þú nefnir þorpið eða þessar örsmáu íbúðir sem áttu að vera fyrir yngra fólk, fyrstu kaupendur. Það held að sé nú ekki alveg þannig. Ég veit ekki, heldur að þetta hafi verið hannað og búið til eftir svona alvöru samtal við hópinn, eða er þetta bara einhver hugmynd einhvers byggingafyrirtækis að höfða inn í einhverja umræðu og fá stuðning frá borginni til þess að gera eitthvað og búa til eitthvað sem að lítur út eins og gæti verið svar við einhverju svona í umræðinni? Já, góð spurning, Þetta var svona náttúrulega í samtali við borgina, en það sem þarf náttúrulega að koma er að fólki sem er að fara að búa á staðnum sé með frá upphafi að móta náttúrulega hvernig íbúð það vilji búa í framtíðinni, að það sé þá stór hópur fólk sem að móti þær hugmyndir. Nú veit ég ekki nákvæmlega hvernig þetta var útfært, hvort það hafi verið bara þetta félag í samvinnu við Reykjavíkurborg eða hvort að fleiri framtíðar eigendur hafi komið þarna að borðinu við útfærsluna. En varðandi svona að koma einhvern veginn þessari heildarhugsun að þá finnst mér þetta alveg sniðugt sem að Framsókn gerði að svona koma þessari hugsun að foreldrakynslóðin yrði þá bara föst með börnin til 50 ef það myndi ekki kjósa Framsókn og styðja þá þessi 90% lán. Þetta er alveg svona sniðug hugsun sem fær fólk til að hugsa, en ég veit ekki svona fleiri sniðuga lausnir sem að myndi henta, nú veit ég það ekki alveg að bæta við að þetta voru kosningar 2003. 2004 þá voru íbúðarlánin einkavædd, þau höfðu áður að stærstu leyti verið inn í íbúðarlánasjóð, en þá komu bankarnir inn á íbúðarlánasjóðinn.
Áður hafði það verið þannig að ríkið tók svona öruggalánið svona upp í 70% og svo bankarnir lánuðu lítið þar fyrir ofan. En þetta leiddi til þess að bankarnir tóku eiginlega yfir öll íbúðalánin og hrundu síðar. Og einkavæðing Íbúðalánasjóðs leiddi til þess að það vofir yfir okkur 300 milljarða skuld frá þessu tíma. Þannig að þótt að auglýsing, eins og margt með Framsókn, þótt að auglýsingarnar séu sniðugar og smellnar og hitt í mark í kosningabaráttunni, að þá niðurstaðan kannski ekki alltaf. En núna raunveruleika sjónvarp rosalega mikið í tísku og ég man rosalega vel eftir þáttum sem ég sá á YouTube og það voru breski þættir minni mig þar sem að ríkt ungt fólk fór inn á heimili fátæksfólks og bara bjuggu þar í einhverja daga með minni viku eða eitthvað og mátti ekki nota neitt af sínu fjármagni og áttu bara upplifa það hvernig að eiga lítinn pening. Nú veit ég ekki hvort að einhver hópur væri til í að taka svona skipti eða fara inn á heimili fátæksfólks eða hvort það ætti að bjóða fátæku fólki upp á þetta að þurfa að hýsa eitthvað forréttindafólk. En kannski geti þetta opnað augu einhverja og svona raunveruleika sjónvarp. Það rosalega mikið í tísku núna. Fólki finnst gaman að sjá svona raunir annarra og upplifa hvernig fólk tekst á við nýja veröld og áskoranir og hvort það komist í gegnum þetta og hvort það svona opni augun þeirra fyrir svona einhverju nýju og hvort það ná einhvern veginn að komast í gegnum þetta. Það væri kannski ein leið að eitthvað svona forréttinda fólk með mikinn pening væri til í að leitast að komast af á lágmarkslaunum eða á örorkulífeyri eða fjárhagsaðstoð í gegnum mánuðinn. Heldur að þurfi eitthvað svoleiðis í að svona vekja upp þá sem að hafa það skár mikilvægi þess að byggja upp samfélag þar sem að allir geti lifað svona skítsæmilega sko. Já, ég held svona að setja sig í spor annarra, sé alltaf einhvern veginn. Ég meina, ef þú hefur ekki reynsluna, þá rosalega erfitt að átta sig á hlutunum. Það oft bara sem að þú upplifir eitthvað eða heyrir eitthvað og þá ertu svona, já, vá, ok, þetta svona? Og svo líka kannski ekki endilega að það sem að það allra versta, heldur líka bara ef einhver með milljón á mánuði sé allt í einu settir í þá stöðu að þurfa að vera á launum sem eru 400.000 á mánuði, aðeins að lækka sig. Ég held einhvern veginn að þessi reynsla að hún sé mikilvæg til að aðeins að reyna að sjá hvernig heimurinn virkja. Þú getur ekki bara hringt í mömmu og pabba og fengið lagt inn á þig. Að þú bara getur ekki einhvern veginn hringt í bankann og fengið yfirdráttarheimild. Að þú bara verðir að finna einhverja leið og svo kemst að því að það engin leið. Heldur að séu margir sem eru að móta húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar sem eru leigjendur? Sem eru láglaunafólk. Það ákveðin hætta í því að ef að fólk hefur það ágætt þá kannski það næstu því mannlegt að það horfi framhjá erfiðleikum þeirra sem að hafa það verra. Það kannski að vera ferli í samráðsferlinu að það þurfi að tikka einhver svona box að segja var haft samráð við einhver sem undir 30 sem að leitast við að kaupa íbúð og fjármagna íbúðakaup og haft samband við barnafjölskyldu sem að leitast við að kaupa sér íbúð, búið að hafa samband við öryrkja sem að leigja, var haft samband, hafa bara samband við þessu ólíku hópa, einhvern veginn að það sé tryggt í þessu samráðsferli og samvinnuferli að sé pottið búið að ná til ólíkra einstaklinga til að sjá svona, já, hvernig lítur þessi húsnæðisáætlun út fyrir þér, hvernig lítur hún út fyrir þessum ólíkum hópum, svo að við séum alltaf þá með þessi svona stéttagleru á okkur og út frá þá ólíkum hópum, ekki bara allra verið setti heldur líka bara 28 ára gamla konan sem í 2 vinnum og var að kaupa sér íbúð og ekki alveg að handla allar þessar vaxtahækkanir á lánunum sínum. Hefurðu trú á þessum samráð hér og þar? Kemur alltaf eitthvað út úr þessu fyrir mann út í bæ eins og mig, þá virkar þetta oft eins og þykjustuleikur svolítið. Það koma mjög oft góðar ábendingar en það svo hvað gert við ábendingarnar. Oft myndi ég vilja sjá að þær verið nýttar og það verið tekið tillit til þeirra en það alls ekki alltaf sem það gert. Þannig ég myndi vilja breyta þessu úr samráð í samvinna. Að það væri í staðinn fyrir að við vinnum eitthvað plagg og það sé hann sent út og við óskum eftir athugasemdum
að sé meira bara, heyrðu, núna erum við að byrja að vinna þessa áætlun, við viljum fá ykkur íbúana með frá byrjun í að móta þessa áætlun, ekki bara við erum búin að skrifa þetta, hvað finnst ykkur, komið athugasemdir og svo tökum við tillit til þeirra eða ekki, heldur skrifum þetta saman frá byrjun. Herðu, Vilborg, það besta sem hefur gerst í íslenskum húsnæðismálum frá hruni bjarg sem byggt á kröfu verkalýðshreyfingarinnar og framtaki hennar sem bara laust sem að verkalýðshreyfingin raunverulega bara þröngur upp á stjórnmálin. Það sem að stjórnmálin hafa verið að gera, ég man ekki eftir neinu svona sem að hægt að benda á. Það hefur oft verið bara einhver svona hugmyndur að lækka veðhlutfallið hjá yngri kaupendum til þess að hvetja ungt fólk til þess að skulda meira sem að svo Seðlabankinn skrúfar svo fyrir stuttu seinna. Hvað með, eru leigjendasamtökin, þau eru nú nýendurreist, eru þau nógu öflug og sterk til þess að geta komið fram með einhverja tillögu og einhverja kröfu inn í stjórnmálumræðina til þess að ná þar fram? Já, ég held að svona samtök þetta eru bara, við náttúrulega byggjumst hægt og rólega upp og náttúrulega vonast til þess að við verðum svona þrýstiafl í samfélaginu. Öðruvísi, ef maður trúir ekki að samtök hafa áhrif, þá stofnar maður það ekki. Stofnar ekki samtök, þannig að við náttúrulega bara vonum til þess að svona samtök verði til þess að auka bara umræðinu leiguhúsnæði og húsnæðismarkaðinn almennt. Það algjör skortur á umræðu og það þess vegna sem við erum með þetta allt í ólestri, það skortur á umræðinni. Þannig að leigjendasamtökin náttúrulega vonast til þess að við verðum afl sem að látum þessa umræðu verða miðlægari heldur hún er. Hún hefur ekki verið í einhvern veginn brennit epli, þó það sé ótrúlegt en satt. Og við sáum það á seinustu kosningum og þegar þú ert að þræða okkur í gegnum þessi alþingiskosningar, það er hlægilega lítið verið að tala þessi mál, þó þetta markir okkur öll á einn eða annan hátt. Við þurfum ekki að vera leigjendur til þess að hafa í rauninni hagsmunir að því að húsnæðismarkaðurinn bara í góðu róli. Við erum öll undir því, við þurfum öll einhvers staðar að búa. Þannig að leigumarkaðurinn ekki bara eitthvað leigjendur og það hættan einmitt með að við hugsum okkur sem tímabundna leigjendur. Þess vegna skorti kannski stundum talsmenn til þess að berjast fyrir þessi mál. Þegar við hugsum, já, ég verð nú bara leigjandi í korter, hvað ég að nenna að setja minni í þessi mál, svo verð ég bara kaupandi. Fasteignar og fasteignaeigandi, en við eigum auðvitað að láta okkur varða samfélag og byggja samfélag sem byggt upp á samkennd og speglunum og annað slíkt og þannig verður bara betra samfélag. Við sjáum þetta til dæmis með bara alls konar baráttumál. Kvenréttindamál tengist ekki bara konum, þetta tengist öllu samfélaginu. Við sjáum það bara með MeToo, hvernig MeToo byrjaði bara sem frásagnir og hvernig þetta breytti viðhorfum fólks til kynferðismála og orðan hefur orðið sterkari og bara, til dæmis bara í leikskólum, þá bara lítil börn segja stopp virðing. Þetta alltaf komið bara einhver orðræða, ný orðræða og ég vonast til þess að leigjendasamtökin búi til, hjálpi fólki að búi til samfélag og sýnilegt samfélag. Við erum svo mörg bara út í horni af því að stjórnmálin taka þetta ekki í sínar hendur, þau neita að gera það, nema einmitt að bjóða upp á lúxusíbúðir. Það ekki þörf á fleiri lúxusíbúðum og fleiri íbúðum með svörtum eldhúsum og svörtum flísum. Við höfum öll opnað í þannig íbúðir, okkur vantar bara venjulegt húsnæði, það enginn að tala eitthvað lúxus, við þurfum bara að þaka yfir höfuðið fullt af fólki. Þannig að auðvitað held ég að það setja koma miklu sterkar inn í þetta með krafti og það þarf bara að taka þetta með festu og fjölmiðlar þurfa líka bara að breyta algjörlega umræðinni. Við erum að sjá umræði bara sem bara út í hött, að við erum bara sem bara algjörlega hlutlaus og bara engin rannsóknarblaðamennska í þessu. Ég myndi vilja sjá rannsóknarblaðamennsku. Ég man eftir fréttatímanum þegar það var svona sería með fólki sem bjó í foreldrahúsum byggt eftir hrunið. Þetta var mjög svona þörf umræða og bara frábær sería. Ég myndi vilja sjá bara miklu opnari og dýpri umræðu í svona. Við erum bara með allt og mikla svona yfirborðskennda umræðu, bara eitthvað froðu snakk í fjölmiðlum, bara allt og mikið, því miður, bara eitthvað sem skiptir engu máli og við erum að lesa allt og fáar greinar bara í rauninni fasteignamarkaðinn, nema bara svona, og svolítið skrítið að bara strax eftir kosningar þá kom
Seðlabanki með þetta útspil. Það var svolítið kaldhæðnislegt. Ég velti fyrir mig hvort að þau voru að bíða með sitt útspil. Ég veit það ekki. Þið nefnið luxusíbúðir og þú nefnið fjölmiðla. Ég held að sé, mangi hafi búin að lesa margar fréttir eitthvað sem í forsvari fyrir félag sem á íbúðir þarna niður á Austurhöfn og síðast þegar ég las svona frétta þá held ég að vera búin að selja 40% af íbúðunum og svo sama tíma verið að fjalla það að bara vantar íbúðir, bara allar íbúðir bara seljast og leiður koma nema að þetta augljóslega merki offramboð af þessari tegund húsnæðis. Það alltaf fjallað þetta sem svona rosalega jákvæða fréttir. Mun meira selst núna heldur en síðast að tala við hann og ég held að segja meira að tala við þennan mann heldur en alla leigjendur samanlagt. Þú veist, einhvern braskarakall sem að selja einhverja nokkrar lúxusíbúðir, rándýrar niður á Austurhöfn. Hann stór persóna í fjölmiðlum en ég man ekki bara eftir því að hafi verið talað við leigjanda bara ekki alltaf þessu ári. Ég muni eftir því að hafi verið talað við leigjanda í fréttum á þessu ári. Hann mjög ósynlegur hópur og bara mjög jaðarsettur hópur og bara Íslandi bara því miður þannig samfélag að það eru heilu stéttinar bara mjög ósynlegar og það ekki talað við ákveðnar stéttir í samfélaginu, það bara ákveðnar stéttir sem eru mjög sýnilegar og alltaf tala við sama fólkið, þannig að það verður mjög svona þó að við séum allar þessar fjölmiðla, þannig að mér bara finnst ekki nógu mikið almenni viðtöl og ég meina ég meiti var það ekki Þorpið sem var núna að skrifa undir samning og þetta var mjög svona gagnrýnislaus blaðamennska, bara RÚV sem á að vera svona frekar flottur miðill, svona fréttamennska sem að maður svona á að geta svona treyst eitthvað leitið, þarna bara gagnrýnislaust að það sagt bara hér eru sjálfbærar íbúðir, munu vera sjálfbærar íbúðir til sölu, ég meina það ekkert útskýrt hvað sjálfbært við þessar íbúðir. Ég meina er þetta timburhús eða þetta hvernig þetta byggt eða annað slíkt. Þannig að það engin rannsókn að vinna á bakvið. Það bara ákveðnir fasteigna, það bara ákveðnir aðilar sem eru að kaupa lóðir geta bara sagt ýmislegt og svo bara þetta étið upp. Ég meina þetta náttúrulega mjög slæm blaðamennska. Ég meina ég las fyrst greinina og hugsa já, þetta bara besta mál. Þannig að af því þetta svo jákvæð umræða þá sefjar þetta alla umræðina og jafnvel maður bara sofnar, skilju. Þannig að maður missir gagnrýna hugsun sjálfur af því að þetta svo jákvætt allt og býður og ekkert gerist. Líka með fjölmiðla maður skjóta inn í að það einhvern veginn af hverju heyrum við ekki í leigjendum eða fyrstu kaupendum eða þeim sem eru að reyna að kaupa, af hverju ekki Kastljós viðtal við fyrstu kaupendur og bara hversu erfitt þetta var af því það ekki eins og sé eitthvað auðvelt bara já, bara safna í rólegheitunum og tók bara smá stund og svo bara keypti ég mér íbúð, þú veist, af hverju heyrum við ekki einhvern veginn álega bak við þetta og hvað þurfti til, af hverju ekki Kastljós viðtal við þessa hópa, við þessa einstaklinga, því þetta vandamál í samfélaginu og það einhvern veginn ekkert verið að ávarpa þetta og það talaði að sé svo gott að búa í Íslandi að sé svo auðvelt að komast inn á fasteignamarkaði samanburði við önnur lönd, en það það ekki, þannig af hverju heyrum við ekki þetta? Það var frétt daginn einhvern tímann, eða kannski svona 3, 4, 5 vikur síðan þetta var í menntaskólastrákur sem áttu 3 eða 4 íbúðir sem var að láta leigjendur borga fyrir sig með því að leigja út á okurstarfsemi og hann var kynntur sem eins konar hetja í fréttunum, maður sem kann að bjarga sér. En ef maður pælir í þessu þá það raunverulega eins og svona persóna út úr Dickens bók og frumbýlisárum kapítalismans, maður sem að græða á neyð annarra, sem persóna sem maður hélt svona eftirstríðsárunum að þá hefðu við yfirgefið að svona maður geti verið hetja. Og þú nefndir hann Þorpið, talandi svona húsnæðisþörf almennings, að þá held ég að vera oftar talað við Runólf þennan Ágústsson hvað unga fólkið vill og hvernig unga fólkið vill búa, maður sem að selja það og bara að safna saman fjármagni til þess að braska það. Hann var að kaupa byggingarétt á 7 milljarða í félagi sem var stofnað með 1,5 milljóna króna hlutafé. Þetta bara eitthvað idiotist braskfyrirtæki. Það hefur verið meira að tala við þennan mann heldur en bara alla leigjendur á Íslandi, allt ungt fólk sem býr heima og bara meira heldur en ungt fólk þarfir þeirra til húsnæðis samanlagt. Það bara þennan eina mann, en það bara vill svo til að þetta bara sölumaður
sem bara að selja einhverja svona hugmyndir. Og ég var nú að taka aðeins upp hanskan fyrir RÚV því að þú nefndir það, Vilborg, að RÚV var með fréttirnar rakan í gólfinu og lélegar strætósamgöngur frá þorpinu. Þannig að, en Kveikur hefur til dæmis aldrei verið með umfjöllunum stöðu leigjenda sem líklega, sko, leigjendur eru án vafa sá hópur á Íslandi sem hefur það lakast í samanburði við sambærilega hópa í nágrannlöndum okkar. En ég man ekki eftir því að hafi verið eitthvað sérstök fréttaskýring á vegum Ríkisútvarpsins af hverju staða íslenskra leigjenda svona ömurleg í samanburði við stöðu leigjenda í til dæmis Norðurlöndum. Ég held þessi líka bara þessi tímabært að við stígum aðeins fast þetta jarðar. Ég held að það ekkert þetta að segja þetta sé ekki vandamál. Þetta umverulegt vandamál. Þetta svona, ég held að við getum líka bara hort til alls konar baráttumála og samtaka. Ég meina, það sagði kannski einhver já, hér engin kynferðisbrotamál. Ég meina, MeToo hefur sýnt annað. Hérna var ýmislegt í gangi og ég meina, við erum með margar fyrirmyndir. Hvernig barátta hefur verið heyjuð. Ég meina, það hefur ýmislegt. Við getum nýtt okkur fyrirmyndir eins og MeToo og annað slíkt. Að bara nota frásagnir. Það væri hægt að segja bara frásagnir leigjenda og bara safna þeim saman og sjá hversu gott ástand Af því að ég held að við með því að sjá reynslusögur, raunverulega reynslusögur, þá ekki, ef við værum komið með 1000 reynslusögur leigjenda, gætum við sagt ennþá að leigumarkaðurinn á Íslandi væri frábær. Ég veit það ekki. Ég held líka að ég má aðeins inn í þetta þá held ég að sé líka eins og við vorum að tala áðan með fjölmiðla og líka bara orðræðina fyrir kosningar. Þú varst að tala framsókn sem mjög duglega höfða til millistéttarinnar, en þú veist, það náttúrulega í raun og veru aldrei yrt á okkur sem erum, þú veist, einmitt leigjendur eða fátæk eða, þú veist, í einhverjum svona jaðarhópum, sko. Við þurfum alltaf svolítið að stappa niður fæti og láta í okkur heyra. Og ég meina, það var náttúrulega það sem var nýtt í kosningabaráttunni fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar, að það var náttúrulega að sósíalistar komu inn og fóru að tala, þú veist, við vorum allt fólki sem var á listanum var náttúrulega fólk sem að, þú veist, hafði lent einhvern veginn undir í kerfinu, þannig að við höfðum öll okkar reynslusögur og það náttúrulega var bara nýtt í íslenskri pólitík. En ég held líka sko að það vantar alltaf, ég ekki, þú veist, það oft mjög mikið af velmeinandi fólki í stefnumótun á Íslandi, en þú veist, það sem vantar náttúrulega bara þú veist, skilningur á aðstæðum og það eru alls konar hlutir sem að, því nú hef ég líka komið að svona notendasamræði á ýmsum stigum í gegnum mitt félagastarf, félagastarf, og það svona að það eru ótrúlegustu hlutir sem maður ofta að benda á, þú veist, eins og til dæmis bara það að vera leigjandi, þú veist, þetta einhvern veginn, þú ert svolítið í þeirri aðstöðu að þú veist, þú getur aldrei svona fullkomlega búið þér til heimili. Þú skrifar undir einhvern leigusamning og þú veist, þú mátt ekki mála í þessum og þessum lit og þú mátt ekki, þú veist, stundum mátt ekki hengja myndir, þú mátt ekki eiga gæludýr, þú mátt ekki gera þetta og þetta og þetta. Þú veist, ef eitthvað eyðilegst eða eitthvað, þá ertu alveg bara þvílíkt á nálum, sko, því að þú átt þetta ekki. Þú veist, þetta eitthvað sem að, þú veist, þó þetta sé bara eitthvað sem þú veist, eðlilegt að ég meina hluti gerast inn á heimilum sem að, þú veist, það brotnar hurðarhúnn eða, þú veist, eitthvað svoleiðis, eitthvað, þú veist, þó að þú hafir ekkert verið að ganga illa þá gerast svona hlutir. En þetta einhvern veginn, þú veist, þú ert alltaf einhvern veginn í þessu hlutverki, svolítið eins og barn sem hefur verið skilið eftir í, þú veist, eitt heima eða eitthvað svoleiðis, þú veist, þú ert einhvern veginn, þú hefur einhvern veginn ekki þetta svona geta einmitt komið þér fyrir, geta gert heimilið að þínu, þú veist, gert það sem dettur í hug, þú ert alltaf í þessu, þú veist, og fyrir utan það náttúrulega að vera í þessu eilífa óöryggi ef þú ert á til dæmis almennum markaði. Og það náttúrulega líka annað að það alltaf talað sko húsnæðismarkaðinn eins og þetta sé einhver frjáls markaður. Ég meina, leigjendur eru ekkert eitthvað í þeirri stöðu að hafa eitthvað brjálæðislegt val þú veist, hvar þau búa. Sérstaklega ekki að þú ert fátækur og ert bara, þú veist, að reyna að finna hagstæðastu leiguna, en þú þarft bara að grípa það sem til, hvort sem það hagstætt eða ekki. Svo þarftu bara að díla við það, þú veist, að þú vilt eiga heimili. Þannig að það alveg rosalega mikið af svona einhverjum svona ranghugmyndum bara hvernig það að vera leigjandi, hvernig, þú veist, þetta daglega líf sem leigjandi og þú veist, náttúrulega í mismunandi aðstæðum.
Ranghugmyndirnar eru vegna þess að umræðan meðal þeirra sem ekki leigjendur. Þannig að það bara eitthvað fólk sem situr í einhverju Silfri Egils, Silfri Egils, sem ekki leigjendur og alltaf að geta sér til þess það hvernig leigjendur hafið það. Akkurat, einmitt út frá einhverjum Excel-skjölum og einhverju sem gefur enga mynd af raunveruleikanum. Þau halda svona bara í halan á fílnum og eru svona að reyna að gíska sér á þetta sé svona einhver snákur þessi leigjandi sem fílnum. En hérna í gær þá var fundur á vegum ég man ekki hvað það heitir, eitthvað náum áttum eða eitthvað svona sem svona samstarfshópur margra samtaka og meðal annars eru barnaheill þar inni og þau komu með inn á fundin skýrslu sem hafði verið unnin af barnaheill sem hluti af stórum samtökum út allan heim í 14 Evrópulöndum fátækt barna og þar kemur margt fram meðal annars að húsnæðisöryggi veigamesti þátturinn sem veldur fátækt barna og með einkennandi líf fátækra barna. Það kom líka fram á þessari ráðstefnu eða þessari kynningu að á þessum 14 löndum sem ég ekki alveg klára hver eru en það eru svona bara alls konar lönd í Evrópusambandinu og utan þess fyrst að Ísland þarna líka að öllum þessum löndum eru aðgerðir til aðgerðaráætlun stjórnvalda til þess að vinna gegn fátækt barna að það þurfa að gera svona mikið í húsnæðismálum, það þurfa að mæta fátækum börnum svona í skólakerfinu og svona áætlanir eru til í öllum löndunum nema einu og þetta eina land er Ísland. Við eigum enga stefnu í málefni barna, fátækra barna, enga aðgerðaáætlun til þess að vinna gegn eyðileggingu fátæktarinnar á lífi barnanna og sálarlífi þeirra og framtíð. Við eigum barnamálaráðherra, við flest hinna landana eiga ekki barnamálaráðherra, en þau eiga stefnu til þess að vinna mútið þessu. Leigjendur eða húsnæðiskreppa og börn, þarf ekki að draga þetta fram einhvern veginn að þessi húsnæðisstefna sem hér rekin stærsta mein í lífi þúsunda barna. Það eru 90.000 mann sem búa í leiguhúsnæði, allavega 20.000 pluss börn. Við getum alveg gengið út frá því að húsnæðisvandinn sé stærsta vandamál í lífi 10.000 af þessari börnum. Jú, er ekki spurning, það þarf að draga þetta fram. Það þarf að draga þetta fram og mér finnst einmitt, það er ekki nóg að það þarf algjörlega að draga þetta fram og ástæðan náttúrulega, margir munu kannski segja já, þetta bara fólki að kenna að hafa ekki safnað sér fyrir húsnæði. En hvað segirðu þá við börnum? Er það þeim að kenna að foreldrarnir safnuðu ekki fyrir húsnæði? Hvar eru þar rökin? Það er engin rök. Þannig að börn eru náttúrulega bara fullt af börnum eiga ekki fast húsnæði, eru jável bara einmitt heima hjá frænda og frænku, fara á milli skóla, mynda þannig ekki tengsl við skólafélaga eða við skólann sinn eða kennara, festast ekki í tómstundum af því þau eru rétt svo byrjuð að æfa eitthvað þá þurfa að hætta. Þannig að þetta myndar í rauninni alls konar tengslarof af því þau ná ekki að mynda í rauninni nánd við bara jafnaldra og umhverfi sitt. Þannig að þetta náttúrulega býður upp á alveg hræðilegt og þau hafa mörg þessi börn sem hafa flandrast svona á milli staða, þau hafa mjög miklar áhyggjur af foreldrum sínum, miklu meiri heldur en jafnaldrarnir af því að þau vilja ekki og þau fara að vera svo hlédræg, í raun og veru einu orði yfir það er rauninni meðvirkni og kvíði sem þessi börn fá, þau vilja ekki fá neitt frá foreldrum sínum, hafa svo miklar áhyggjur af peningamálum foreldra sína. Þannig að vissulega er þetta mikil meinsemd og bara skortur að ræða þetta. Mér finnst þetta að vera tekið með mjög mikilli festu af því að þetta er líka, þessi börn verða svo einn daginn fullorðin og ég meina þetta kostar ríkið rosa mikið að skapa svona ástand og þetta er líka bara ólíðandi. Ég meina þegar við erum stöðugt að tala barnæskuna og bara árin sem engin mann og búið að rannsaka svo mikið varðandi í rauninni hvað barnæskan er félagsmótandi. Bara fyrstu 3 árin eru bara mest félagsmótandi ár einstaklingsins. Þannig að við vitum að barnæskan er þungamiðja upp á félagsmótun bara einstaklingsins. Þetta er ekki bara
þú ert ekki bara 6 ára, það ýmislegt sem gerist, þannig að ég held að þetta eigi að vera í brennidepli þegar við tölum húsnæðismarkaðinn og leigumarkaðinn, en það virðist einhvern veginn ekki rata. Það allir bara að sjá fyrir sér einhvern veginn fólk sem stóð sig ekki í lífinu, var ekki nógu duglegt að safna og bara vælukjóar og þetta bara hætt að væla, en það, á bak þess að fjölskyldur eru börn, fólk með börn á Flandri og bara það ekki ein fjölskylda eða 2, það bara mjög algengt. Þannig að þessu þarf auðvitað bara að mæta, það ekki nógu að vera með ráðherrann, barnamálaráðherrann, auðvitað bara algjörlega markvissa stefnu til að sporna við þessu og þetta sé í gangi. Svo kannast þetta, Sanna? Já, margt þarna. Já, það þarf algjörlega bara að koma með húsnæði og þannig að sé ekki þessir plástrar, sko, ef þú veist af fátækum fjölskyldum, að sé ekki einhvern veginn svona, já, herði, við komum með meiri húsnæðisstuðning hér, þá lækkar húsaleigan eitthvað og ég meina, ég ætla ekki að fara að tala gegn húsnæðisstuðningi eða sérstökum húsnæðisstuðningi en að bak við það sé hann matskerfi og þú þarft að uppfylla það og þú þarft að sækja það þegar grunnurinn þú þarft öruggt húsnæði. Þú þarft öruggt húsnæði sem sko, sem getur greitt fyrir og sem líka bara öruggt, bara aðstæðurnar og umhverfið og staðsetningin og allt það. Þannig að það sé bara grunnurinn sem að sé lagaður, að það sé ekki alltaf vera að koma með þessa plástra og svona, hvernig getum við komið með stuðning til þessara fjölskyldu sem að býr við fátækt, hvernig getum við einhvern veginn svona komið valdeflingu til þeirra, þú veist, við þurfum bara húsnæði, það bara, þá svo margar áhyggjur aðrar, bara farnar, dæmi leyst, ekki eitthvað, þú veist, þá þarf ekki að vera áhyggjur, já, ok, erum við að fara að vera hér í 1 ár, svo þurfum við að fara eigandinn að koma aftur inn í íbúðina, við þurfum að leita einhverju öðru, svo fáum við að vera hér í einhver tíma, hérna ofnin ekki að virka, við þurfum að flytja, en samt þetta svo nálægt skólanum og og líka svona eins og það samt svo margt einhvern veginn núna í núverandi kerfi sem að þarf að uppfylla til þess að fátækt fólk getur fengið húsnæði og eins og við höfum komið inn á að þá held ég að sé líka mikilvægt að við svona dálítið endur skilgreinum hvað felst í orðinu félagslegt húsnæði. Ég held að sé misjafn skilningur fólks á félagslegu leiguhúsnæði. Erum við að tala að fólkið sem að hefur allra verst eigi rétt á því, eða viljum við stækka það þannig að fleiri hafi rétt á því, að félagslegt leiguhúsnæði sé bara húsnæði fyrir fólk sem að þurfa húsnæði á að halda. Ég held að ímyndin á því núna sé rosalega mikið svona já, ertu fátækur og þú býr við mjög slæmar félagslegar aðstæður, þá áttu rétt á þessu. En auðvitað á félagslegt leiguhúsnæði bara vera bara húsnæði, af því við búum í samfélagi og það sem við gerum félagslegt. Ég meina, bókasafn félagslegt, almenningssamgöngur það félagslegt, allt sem við byggjum upp okkar á milli félagslegt, húsnæði á að vera félagslegt. Þannig ég held að þurfum bara að stækka þetta og þannig að fólk sé ekki að keppast einhvern veginn sín á milli að komast inn í húsnæðiskerfi. Þannig að það myndi auðvitað leysa bara vanda margra barna sem að búa við fátækt. Af hverju eru allar þjóðir með áætlun það að vinna gegn fátækt barna nema Íslendingar? Eru við slæmt samfélag? Fullt af vondu fólki? Það eru vondu fólki. Já, þetta mjög góð spurning, sko. Ég get alveg tekið undir þetta og meina, þú veist, svona skýrslur kom manni bara því miður aldrei á óvart af því að, þú veist, við vitum hvernig þetta þú veist, til dæmis bara það að fjölskylda sé, þú veist, í hrakhólum, þú veist, með húsnæði, þú veist, að hún sé heimilislaus, að það sé ekki litið á það sem barnaverndarmál, það náttúrulega bara, þú veist, það fáránlegt. Þú veist, að þá ég ekki að tala barnaverndarmál þannig að þeir að taka barnið af foreldrunum heldur bara að útvega fjölskyldunni í húsnæði. Þú veist, og það náttúrulega bara að það þykir boðlegt að það séu alltaf mörg 100 manns að bíða eftir félagslegu húsnæði. Þú veist, hvað það? Þú veist, af hverju má ekki frekar vera bara offramboð á húsnæði og þá hefur fólk meira val og meiri rótering og eins og Sanna sagði, þú veist, að félagslegt húsnæði sé bara fyrir mun stærri hóp heldur en bara þá allra verst settu í þjóðfélaginu. Það náttúrulega bara, þú veist, það bæði býður upp á gríðarlega jaðarsetningu
og líka bara, þú veist, býr til sjúkan leigumarkað sem að enginn getur í raun og veru verið á nema bara fólk sem þarf ekki að vera á honum. Það, þú veist, minna, svona umhverfi náttúrulega bara engan veginn barnvænt eða gott fyrir börn. Ég meina, þú veist, ég náttúrulega hef talað það áður hér hjá þér við Rauðaborðið að ég þurfti að flytja árlega alltaf með þegar elsta dóttir mín var lítil og hún var í nýjum skóla hverju ári og þú veist, þetta náttúrulega bara óboðlegt, þú veist, það geta aldrei komið sér fyrir neinstaðar, vera alltaf, þú veist, á nýjum staði, nýju hverfi og þú veist, og þó að ég hef reyndað verið mjög heppin með hana, þú veist, ég hefði aldrei getað gert þetta með hin börnin mín, af því að hún var mjög góða aðlögunarhæfni og allt það, en þú veist, ég sé samt alveg langtíma áhrifin, þú veist, hún hefur svona vist rótleysi enn í dag, þú veist, og þetta þú veist, það skilur eftir svona heilmikið sem að maður sér ekki endilega á þeim tíma. Og eins og ég segi, sko, sérstaklega ef að börn að glíma við kvíða eða eitthvað þannig, þá, þú veist, þetta náttúrulega bara óboðlegt. Og já, þannig að, þú veist, nei, við erum ekki að standa okkur nógu vel og við getum staðið okkur miklu, miklu betur. Og já, það á að byggja fyrir fólk sem þarf á því að halda. Við getum gert svo miklu, miklu betur. Herðu, ég að þakka ykkur kærlega, Laufey, Sanna og Vilborg. Ég gabbaði ykkur að Rauðaborðinu að ræða húsnæðismál, en raunverulega vorum við að ræða af hverju eru húsnæðismál ekki raunverulega miklu stærri og fyrirferðara meiri mál í samfélaginu miðað við sko þann skaða sem að núverandi húsnæðisstefna veldur. Þetta mikilvæg umræða, við munum halda henni áfram, við munum tala líka húsnæðismál og við munum líka tala fátækt barna við Rauðaborðið í framhaldinu og þá fæ ég ykkur kannski aftur hingað Laufey, Vilborg og Sanna. En hlustendur þakka þér fyrir að koma við og viðmælendum mínum fyrir að gefa þessi tíma í þetta samtal og minni á að hér seinna í kvöld verður Katrín Baldursdóttir með þátt Sögu fyrir svefninn, það er klukkan 10 í kvöld og svo verður Rauðaborðið hér aftur á mánudaginn klukkan 8. Sjáumst þá.